Þá býð ég ykkur velkomin til fundar. Fundur nr. 45 í sveitarstjórn Rangárþings Syðra settur. Hér í upphafi gef ég sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir nokkur atriði á daglegavextinum. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það, Áduti. Nefni verkefni sem að nú reynda kemur fram á þessum fundi. Barnaverndarmál, það er þessi innleiðing á barnaverndarlögunum nýju, að því hefur verið frestað til haustsins, en við vorum heilmikið að funda út af því og reyna að finna út úr hvernig það ætti að vera. Það virðist nú hafa verið svona frekar kannski óklárað að ganga frá hvernig útfærslan átti að vera á því fyrir landið í heild sinni. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að því er frestað til haustsins. En það er heilmikið búið að vinna í því hins vegar, þannig að það er þá tilbúið fyrir í rauninni nýjar sveitarstjórnir að ákveða hvernig það á að vera. Nú ég nefni rammasamning við milli Ásahrepps og Rangárþings Syðra. Við höfum heilmikið verið að vinna í því núna undanfarnar vikur og það kemur síðan fyrir þennan fund, ganga frá því. Það er auðvitað stór mál að hafa það uppfært og klárt, þannig að það sé alveg á hreinu hvernig þetta er á þessum tímapunkti. Nú það hafa verið haldnir upplýsingafundir SASS fyrir sveitarfélögin og þeir hafa verið mjög gagnlegir, hefur mér fundist. Þetta er eitthvað sem var ákveðið núna á ársþinginu síðastlið haust eins og við munum og kom til vegna þess að minni sveitarfélög sem ekki eiga fulltrúi stjórn hefur þótt að þeir vissu lítið hvað var að gerast. Þannig að þetta er bara mjög gagnlegt og hafa verið flotti fundir, hefur mér fundist. Gaman að taka þátt í þeim. Nú síðan er COVID-málin, þetta er nú að blása yfir vonum við auðvitað og áfram erum við hvött til af sóttvarnayfirvöldum að passa okkur og svona fara ekki of geyst í þetta. En það er þannig allavega hjá okkur hér eins og er svo sem út allt land að þetta er út allt og til dæmis í stofnunum okkar að þar eru þetta orðnir örfáir sem hafa ekki fengið þetta í skólunum til dæmis. Þannig að þetta er vonandi að klárast. Nú ég nefni líka endurskoðunarvinnuna og undirbúning á ársreikningum. Það er allt á áætlun og við eigum að geta haldið þeirri áætlun sem við höfum verið með gagnvart byggðasamlögum og sveitarfélaginu. Við erum með sveitarstjórnarfund í apríl, 13. apríl og sem sé á miðvikudegi sem er einu degi fyrir heldur en vanalega, en það er út af því það hittir á þannig dag. En það á að vera hægt að leggja ársreikning okkar fram á þeim fundi eins og við höfum planað. Nú ég nefni Bjargshverfi, þar erum við að vinna í undirbúningi að deiliskipulaginu og gengur mjög vel og það ætti að vera hægt að taka það inn á næsta fundi vona ég og þannig að það eru hugmyndir sem eru þar. Og síðan er þetta það sem að tekur mestan tíma núna, það er undirbúningur á framkvæmdum og áframhaldandi hönnun í skólanum eða í endurnýju skólabygginga á Hellu. Það er auðvitað bara verkefnið sem við erum á fullu í. Nú ég nefni að biskup Íslands kom í heimsókn til okkar, var vísitera og var hér í síðustu viku. Það var ánægjulegt að hitta hana. Snjómokstur, hann hefur verið heilmikill af vöxtum hjá okkur og í þessu áhlaupi sem var daginn, það er svona fyrsta skipti sem það reynir allhressilega á þessar snjómokstusreglur okkar og svona. Og ég held að sé nú eftir að segja eftir það að í það minnsta okkar verktakar stóðu sig vel á þeim vegum sem snúa að okkur. Þó að þetta hafi verið ófærð og bras að þá held ég að heilt yfir hafi þeir staðið sig vel. Það hafi meir en hnökrar verið í samstarfi við vegagerðina. Þar fór bara allt á hvolf. Það bara náðist ekki að sinna almennilega því sem þurfti að sinna.
Þannig að ég held að það hafi nú kannski verið mest á landveginum sem var svona, menn voru á eftir í að moka og þannig að við höfum, menn lofa bót og betrun í því þegar að næsta áhlaup verður. Aftur á móti, kannski ég aðeins stinga bara inn í þetta rétt svo pínlítið. Að þið stóðu sér mjög vel núna í þessari viku að sinna ákalli. Gott að heyra það. Ég held að menn séu allir að vilja gerðir, að þetta sé í lagi. En við þurfum að búa okkur undir það að það er meiri kostnaður af þessum lið heldur en að við höfum haft undanfarin ár. Þannig að það sjálfsagt kemur til einhverja viðauka í fjárhagsáætlun út af þessu, gerir ég ráð fyrir. En við vonum að þetta sé svo bara búið og snjói svo bara ekkert meir á þessu ári. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Gjörðu svo vel, Margrét. Já, takk fyrir þessa yfirferð. Ég er svona með 2 vangaveltur sem var ekki komið inn á. Ég er að spá í, við samþykktum þarna á desemberfundi. Það vorum við með tillögu að athuga með vegtengingu í Þykkvabæ, hringtenginguna. Og það átti að kalla eftir fundi með Vegagerð. Það er bara forvitnast hvort að hvað það mál væri í stað. Hvort væri búið að funda með Vegagerð. Því þetta átti nú að koma inn á fund Byggðarráðs í febrúar en kom ekki. Ég svo sem kallaði ekki eftir því þar en ágætt að vita það. Og svo langar mig líka kannski að spyrja, ég sé að það er búið að, það komið risa auglýsing á íþróttahúsi, Gafl íþróttahúsins, world-class auglýsing. Hvaða tekjur sveitarfélagið fær af þessari auglýsingu? Eða hvort og þá hvaða tekjur, því þetta er alveg stórt. Takk. Takk fyrir það. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta ég get svarað því til að þessi vinna með vegtengingu í Þykkvabæ, hún er nú eitthvað aðeins og eftir áætlun. Ég held að það sé nú líka út af bara COVID-brassið, ekki hægt að hittast almennilega þarna svona fyrstu vikurnar. En menn er alveg með það á hreinu að halda áfram með þetta og undirbúa fundi með það. Þannig að við fylgjum því bara eftir núna alveg af kappi. Varðandi auglýsingur og world-class þá fáum við ekkert greitt fyrir þetta sérstaklega. Þetta er sem sé bara auglýsing á þeirra, fyrir þeirra starfsemi sem er hérna við hliðina. Þetta er bara svo þetta sjáist almennilega, þá er þetta á þessu húsi og er með okkar leyfi þar. Takk fyrir það. Það er falleg auglýsing fyrir mér. Yngvi. Já, þetta er nú bara varðandi vegtenginguna að við þyrftum að reyna allavega að fá fund með þeim fyrir kosningar til þess að geta aðeins hamrað á þeim og eins líka bara þyrfti að vekja máls á þessu við samgönguráðherra eða hvað sem þetta heitir orðið núna, ráðuneytið hjá honum. Þetta er orðið svo, þetta er alltaf að breytast, maður fylgist ekki orðið með breytingum á nöfnum á ráðuneytum, en þetta þarf nauðsynlega að koma þessu í gegn. Takk fyrir það, Yngvi. Ágúst. Já, ég tek undir það með oddviti með Yngva að þetta þarf að koma þessu áfram. En það sem að þarf að gerast í rauninni fyrst er að ná góðu samtali við landeigendur. Áður heldur að gengið er mikið lengri í málinu og það er ekki búið. Þannig að það er mjög mikilvægt. Áður heldur en lengri er haldið að þessu sinni. En þetta hefur verið rætt við okkar umdæmisstjóra á Suðurlandi, Svan. Hann var nú hér á fundi, það vildi svo til hér fyrir 2 helgum síðan, eitthvað svoleiðis. Þá var þetta rætt aðeins. Og þannig að hann er vel inn í málinu. Takk. Og ég held að þetta heiti innviðaráðuneyti. Já, það er líklega rétt hjá það. Takk fyrir það. Við göngum til Í bili. dagskrár, þar er liður 1. Byggðarráð Rangárþings ytra, fundur 44. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðina að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 1-2. Þróun skólasvæðis á Hellu. Niðurstaða byggðarráðs. Liður 2-1. Útboð vegna fyrsta áfanga. 2 tilboð bárust í verkið jarðvinnu, rif og styrkingar ásamt lögnum í fyrsta áfanga. Framkvæmda við grunnskólan á Hellu. Það á Þjótandi EHF með upphæð 32.923.694 krónur með vask og vörubílstjórafélagi Mjölnir með 33.605.414 krónur með vask.
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 39.434.800 krónur með vask. Það er tillaga um að ganga til samninga við Þjóðdanda IHF og sveitarstjóra er falið að vinna máli áfram og það var samþykkt samhljóða. Og liður 2.2 fullnaðarhönnun annars áfanga. Fyrir liggur kostnaðaráætlun varðandi fullnaðarhönnun annars áfanga og það er lagt til að fullnaðarhönnun annars áfanga verði boðin út í samræmi við frumdrög hönnunar og sveitarstjóra falið að vinna máli áfram. Það er samþykkt samhljóða og hér er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs varðandi liði 2.1 og 2.2 og feli sveitarstjóra að vinna máli áfram. Orðið laust. Ingvi, gjörðu svo vel. Já, þetta er bara hið besta mál og bara, ég líst bara vel á að keyra þetta áfram og koma þessu sem lengst. Sem fyrst, takk. Takk. Ekki fleiri. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.3 Ómsvellir úthlutun lóða, niðurstaða byggðarráðs. Það er lagt til að auglýsa lóðir við Ómsvelli 1-6 lausa til umsóknar. Jafnframt er lagt til að umsækjendur sem hyggjast reka hestaleigu njóti forgangs við úthlutun lóða við Ómsvelli 1 og 3. Samþykkt samhljóða. Og hér er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og að auglýsta verði lóðir við Ómsvelli 1-3, 2, 4, 5 og 6. En ljósi mikillar eftirspurnar eftir lóðum, þá verði lóðir við Vigdísarvelli 1, 2-4, 3, 5 og 6 einnig auglýstar lausa til umsóknar. Byggðarráði verði falið að meta hvenar lóðir við Vigdísarvelli gætu verið tilbúnar til uppbyggingar og meta hvort endurskoða þurfi fjárhagsáætlun og eftir atvikum gera tillögu til sveitarstjórnar. Orðið er laust. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, þetta er bara ánægilegt að sjá hvað þetta hverfi er að taka við sér, það er mjög gott. Ég svona hef velt því upp hérna fyrir fund og velti því ennþá upp einmitt hvort að okkur sé stætt hversu langt þessi kvöð nær eða þessi kvöð sem við erum að setja, óformlega kvöð að þeir sem hyggjast reka hestaleigu njóti forgangs við úthlutun lóðarinnar. Ég svona velti þessu fyrir mér bara hvort að þetta standi og hvort að þetta, já, bara hreinlega standist lög, hvort að þurfa að breyta deiliskipulagi og eins líka svona þetta hvort að það sé búið að kynna þetta öðrum lóðarhöfum. Það geta að vita það, öðrum lóðarhöfum á svæðinu, hvort að þeim lítist á þetta að hafa hestalegu í hverfinu. Takk. Takk fyrir það. Hér er þetta ekki kvöð að ræða, þetta er einungis að forgangu við úthlutun, þannig að það er ekki kvöð á lóðinni sem slíkri. En upplýsingar til annarra, Ágúst, gjörðu svo vel. Já, og þetta hefur sjálfsagt verið kynnt formlega, þetta hefur verið rætt margoft að það væri bara frábært að fá hestalegu í þetta hverfi og það hefur reynst mjög vel þar sem að svona húsakverfi eru annars staðar á landinu og þannig að það væri bara frábært að fá slíka atvinnustarfsemi. Þetta eru auðvitað svona hesthúsakverfi eru auðvitað blanda, þetta er annars vegar alveg frá því að vera hrein áhugamennska yfir í það að vera kannski atvinnumennska og á alls konar sviðum, ekki bara leigja hesta, heldur þjálfa þá og temja og sýna þá og alls konar, bara það sem er í þessum geira og það er ekki þannig að það sé eitthvað sérstakt ónæði af hestaleigu meira heldur en annarri starfsemi í kringum hesta, nema þá hugsanlega með sé meiri umferð, fleiri er að koma einhverjir bílar og eitthvað slíkt. Það er mögulegt en það hefur verið rætt það alveg frá upphafi að þessar lóðir sem eru efst í hverfinu að þær væru trúlega bestar fyrir svona starfsemi því að þar eru endalaus bílastæði og þetta svona liggur betur við. En þetta er auðvitað bara komið til þess að það sé fleiri en eitt sem að óskar eftir þessari lóð að þá væri hægt að sem sé forgangsraða í þágu svona starfsemi. En þetta er ekki, væri aldrei kvöð á lóðinni enda er þetta bara í samræmi við deiliskipulagið. Þetta er algjörlega heimilt að vera með svona starfsemi í þessu hesthúsakverfi. Þannig að það má segja að það sem væri verið að gera er bara að segja að lóðin við Ómsvelli 1-3 henti sérstaklega vel undir starfsemi hestalegu og að slík starfsemi gangi fyrir við úthlutun af þessu sinni. Þannig að það er svona pælingin.
Og ég hef sem sé borið þetta undir okkar skipulagsfulltrúa, hann hefur kynnt sér þetta mjög vel og það liggur fyrir hans minnispunktar fyrir fundinum og þeir eru í þessum dúr. Takk fyrir það, Ágúst. Yngvi, gjörðu svo vel. Já, ef að þetta er allt í, ef við getum alveg staðið á bak við þetta, þá er þetta bara hið besta mál og það er bara mjög æskilegt að fá sem fjölbreyttasta starfsemi þarna niður eftir og að þetta byggist sem hraðast upp, því að það getur skapast fullt af afleitum störfum í kringum bæði hestamennskuna sem verður þarna og hestaleigur og annað sem koma og bara styrkir svæðið til framtíðar, því að þegar er túrismi og annað á ferðina þá kannski stoppar hann frekar til þess að geta farið á hestbakk og skoðar og annað og þetta vekur bara áhuga ef að þetta er allt í orðin eins og byggingafulltrúi hefur kynnt sér og þá er þetta bara hið besta mál. Takk. Takk, Yngvi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þess að geta samþykkt tillögunum gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það leiðir 1.4 sala íbúða við Nestún 4 og 6 og Flúðum 10. Það er niðurstaða byggðarráðs. Lagt er til að gengið verði á tilboðunum og sveitarstjóra verði falið að ganga frá sölunni. Það er samþykkt samhljóða. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi kauptilboð í eignin af Nestún 4A, Nestún 4B, Nestún 6A og Nestún 6B. Söluverð er 27 milljónir fyrir hverja íbúð. Jafnframt verði Ágústi Sigurðssyni, kennitala 30 10 64 4879, sveitarstjóra, veitt umboð til að undirrita öll skjöl vegna sölu og veðsetningar fasteignanna. Ég vil athygla á því að undir fundargerðinni er komið inn kauptilboð fyrir Nestún 6B. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.7. Stefna þjónustustig í byggðum og byggðarlögum sveitarfélags, niðurstaða byggðarráðs. Byggðarráð telur rétt að þessi vinna fari fram samhliða undirbúningi fyrir fjárhagsáætlun og hefjist þegar ný sveitarstjórn hefur tekið til starfa. Þá leggur byggðarráð til að haldnir verði íbúafundir haust þar sem þessi mál eru kynnt og rædd og sveitarstjóra jafnframt falið að taka saman upplýsingar þá þjónustu sem nú þegar er veitt hjá sveitarfélaginu og afla upplýsingar frá sambandi íslenska sveitarfélaga hvort vinna er hafin í þessum efnum á landsvísu og leggja fyrir sveitarstjórn í apríl. Það var samþykkt samhljóða og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.10. Umsókn nýtingarleyfi á jarðhita við Kaldárholtslæk í landi Kaldárholts. Niðurstaða byggðarráðs. Það er lagt til að byggðarráð geri ekki athugasemd við veitingu leyfis til nýtingar jarðhita við Kaldárholtslæk í landi Kaldárholts í Rangárþingi ytra. Það er samþykkt samhljóða og jafnframt lýsir byggðarráð yfir mikill ánægju með að líkur eru til þess að útlit sé fyrir bjartari tíma við öflun á heitu vatni í sveitarfélaginu. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Velti fyrir mér varðandi sem sagt hvort að eitthvað hvort að sveitarstjóri eða oddviti hafi sett sig eitthvað í samband við landeigendur og viti eitthvað nánar þetta. Það kemur ekki fram í þessari umsókn að það sé verið að fara fram á einhverja framkvæmdir. En hefur sveitarstjóri eða oddviti eitthvað sett sig í samband við landeigendur og athuga þeirra afstöðu? Takk. Ágúst. Oddviti, nei, ég hef ekki haft samband beint við landeigendur, ég hef verið í sambandi við Orkustofnun sem að senda okkur þetta erindi. Veitur eru sem sé að sækja til Orkustofnunar þetta og það eru mjög greinagóðar upplýsingar hvað er að gerast og þetta er ekki neinar framkvæmdir á landi og þetta eru bara verið að sem sé, nýta þessar 2 hólur sem eru þarna í rauninni og allir landeigendur fá samskonar erind og við. Þannig að þeir geta þá gert sínar athugasemdir beint. Þannig að ég hef það staðfest frá Orkustofnun. Og það er undir málinu, eða sem sé ég get sett það þar, bara tölvupóstsamskipti við Maríu hjá Orkustofnun sem fer með þetta mál. Takk fyrir það. Fleiri svar ekki. Þeir sem geta samþykkt tillögunum gefið merki.
Tillagan samþykkt samhljóða. Margrét Harpa. Já, okkur langar bara að bóka eins við þetta af því að við teljum, eða má ég lesa upp bókun? Gjörðu svo vel. Já. Bókun fulltrúa álista. Mikilvægt er ef vel tekst til að ná meira af heitu vatni að kanna alla möguleika til að fjölga tengingum við hitaveituna, leggja alla áherslu á að koma heitu vatni sem víðast á heimili til að tryggja jafn rétt íbúa í sveitarfélaginu á vistvænni orku. Vakin er athygli á að þessi umsögn nær ekki til framkvæmda á svæðinu. Ef til þeirra kemur þarf að sækja framkvæmdaleyfi og vinna það í sátt við landeigendur Kaldarholts. Þetta er svona kannski bara til að ítreka mikilvægi þess að hitaveitan eða orkuveitan hún svona hugsi að reyna að koma, það hefur verið svolítið stopp í því að hleypa nýjum aðilum af heitu vatni í sveitarfélaginu. Sérstaklega kannski aðilar sem eru þarna á þessum legg. Það er ekki allir sem hafa aðgang að hitaveitu. Þannig að ef þetta tekst vel til þá þurfum við náttúrulega sem sveitarfélag að reyna að ýta við því að fólk fái heitt vatn. Því það er náttúrulega mikið lífsgæði sem felast í því. Þannig að ég ætla bara að senda bókunina. Takk fyrir það. Takk. Það er hér fært til bókar og förum við lið 1.12 breyting á póstþjónustu, niðurstaða byggðarráðs. Í kjölfar tilkynningar Íslandspóst breyting á póstþjónustu á Hellu og yfirlýsingar sveitarstjórnar Rangárþings ytra sem send var á stjórn Íslandspósts, Byggðastofnun og þingmenn Suðurkjördæmis þann 11. febrúar síðastliðinn hefur nú borist beiðni frá Byggðastofnun þar sem óskað er umsagnar sveitarfélagsins varðandi þessar fyrirhuguðu breytingar. Byggðastofnun hefur eftirlit með starfsemi Íslandspósts og ber að meta umsókn Íslandspósts varðandi lokun og póstafgreiðslu út frá ákveðnum samfélagslegum þáttum. Sveitarstjóra falið að gera tillögu að umsögn og senda sveitarstjórn til athugasemda og eftir atvikum staðfestingar þannig að hægt sé að senda umsögn inn án tafar. Það var samþykkt samhljóða og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og vísar að öðru leyti til umfjöllunar undir lið 7. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.18 framlög til frambúða samkvæmt lögum nr. 162/2006. Það niðurstaða byggðarráðs lögð fram til kynningar núverandi fyrirkomulag styrkja við frambúð til sveitarstjórnarkosninga. Byggðarráð leggur til að öllum frambúðum til komandi sveitarstjórnarkosninga í Rangárþingi ytra standi til boða að nýta fundaaðstöðu sveitarfélagsins í Heklu fundarsal og námsveri í miðjunni á Hellu, íþróttahúsi Þykkvabæ og Laugalandi endurgjaldslaust. Samþykkt samhljóða og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Förum við lið 2 sem er ODBS fundur 48, þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Lið 3 er hálendisnefnd fundur 6, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Liður 3.1 er hér tekin út Hillrally á Íslandi 2022, niðurstaða hálendisnefndar. Hálendisnefnd heimilar fyrir sitt leyti að keppni fari fram á vegum sem tilgreindir eru í umsókn innan sveitarfélagsins 7. ágúst. Þess verði gætt að vegir verði ekki í lakara ástandi eftir keppnina en fyrir. Álit nefndarinnar byggir á eftirfarandi. Númer 1. Forsvarsmenn keppninar gæti þess að fylgt verði merktum leiðum og ekki sé ekið utanvega. Númer 2. Keppnishaldari upplýsi þá aðila sem hafa með skipulagðar ferðir á svæðin að gera vegna keppninar, þá sérstaklega rekstraraðila í Hraunheim, Landmannahelli og Áfangagili sem og aðra ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Númer 3. Mönnuð vöktun verði á öllum lokunarpóstum. Númer 4. Þessi gætt að allur frágangur verði til fyrirmyndar, leiðir verði yfirfarnar að keppni lokinni af hálfu sveitarfélagsins á kostnað keppnishaldara. Allar merkingar og allt rusl verði fjarlægt af hálfu keppnishaldara. Númer 5. Keppnishaldari tryggi að almenningur á svæðinu verði ekki fyrir óþarfa óþægindum á meðan kynningarakstur fer fram fyrir keppni. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun hálendisnefndar. Orðið er laust. Ingvi, gjörðu svo vel. Já, ég held að þetta sé svo sem bara allt í lagi dæmi ef að farið er að eftir þeim í raun og veru umgengnisreglum sem eru að setja þarna og ákvæðum. Það náttúrulega er bara þarf að vera alveg á hreinu að til þess að svona sé að þá sé gengið frá eftir sig og hreinsaðu bröslu og gætt í hvívetna ekki sé utanvega akstur og annað slíkt sem því miður oft vill fylgja svona keppni. Takk. Takk fyrir það, Ingvi. Þeir sem getur samþykkt tillöguna gefa merki.
tillagan samþykkt samhljóða. Frumlið 4 er skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra fundur 48. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest og ég les upp þessa liði og þið látið vita ef það er athugasemdir, annars er litið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Liður 4.1 Kvistir, Árbæjarhellir, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.2 Jarðstæðir, landskipti, Hraunhamrar og Birkihvammur. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhugað heiti á lóðum. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.3 Sandalda 10 óskum á hús fá að fara út fyrir byggingareit. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd getur ekki fallist á áform umsækjanda fyrir umrædda lóð þar sem framboð er á öðrum lóðum sem myndu henta betur framlögðum áformum. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.4 Landsnet Rimakotslína 2 jarðstrengur frá Hellu að Landeyjafjöru. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Þetta er lagt fram til kynningar. Liður 4.5 Svínhagi L8A deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.6 Vesturhlíð breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur til að fallið verði frá kröfum grenndarkynningu þar sem umrædd breyting hefur ekki áhrif á aðra en umsækjendur og sveitarfélagið. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.7 Tengivirki Landsnets á Hellu deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að umrædd breyting verði kynnt í sameiginlegri lýsingu skipulagsáforma sem lögð hefur verið fram í máli nr. 220/3006 við breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna Rimakotslínu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Yngvi? Já, ég ætlaði bara að stinga inn í með þetta að þetta er bara mjög gott dæmi. Það er verið að tala líka um að stækka spennistöðuna sem þýðir það að það verður meiri möguleiki á orku hér hjá okkur og með þessum strenglagningum sem þeir eru í sem þýðir það að atvinnufyrirtæki sem hafa hug á því að koma hingað eiga meiri möguleika af því að það verður meira frambúð orku þannig að þetta er bara mjög gott mál fyrir okkur í heild. Takk. Takk fyrir það. Liður 4.8 Maríuvellir deiliskipulag íbúðalóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins hvað það varðar landnotkun en bendir á að sökum mikillar fjarlægðar frá stofnvegi getur reynst erfitt að þjónusta viðkomandi lóð. Nefndin telur þó fyrir sér að í framtíðinu muni styttast verulega í frekar uppbyggingu á svæðinu og því sé fjarlægð frá stofnvegi ekki til þess fallin að stöðva framgang tiltekinna áforma. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Margrét Erla? Já, kannski bara vekja athygli. Það var heilmikil umræða um þetta mál á skipulagsnefndarfundi þar sem að fjarlægðin er töluverð og kannski ekki fyrir séð að vegur að umræddu íbúðarhúsi væri til þess fallin að auðvelt sé að þjónusta. Þannig að ég held að ég hafi skilið það rétt í skipulags- og umferðarnefnd að formaður þeirra nefndar ætlaði að vera búin að kanna eitthvað hvort það væri ástæða til að sveitarstjórn myndi bóka
þetta eitthvað sérlega. Svo við lendum nú ekki í vesenni með það að geta ekki þjónusta viðkomandi íbúa þegar það kemur, bæði með skólaakstur og sorpþjónustu. Takk. Takk. Haraldur gjör svo vel. Já, takk, Ótiti. Já, við hefum aðeins veltaði fyrir okkur hérna og ræddum þetta mikið á síðasta fundi, það er rétt. Og hérna, við erum náttúrulega með ákveðna stefnu svona í þjónustu við sem sé dreifbýli, til dæmis kringum snjóruðning og einnig hefur sorpstöðin stefnu í sambandi við þjónustu við lögbýli svona út hérna dreifðu sveitir og setja sér reglur í því sambandi, sko. En nú á síðustu mánuðum hefur náttúrulega komið í ljós að hafa reynt mikið á snjóruðningsreglurnar okkar út um sveitirnar og hérna varandi sko þetta tilvik sem þetta og önnur að þá held ég að blasi bara við að það er akkurat þar sem við þurfum eitthvað að gera, sko. Við þurfum að útfæra betur það þjónustu reglur hjá okkur. Þannig að við lendum ekki bara í einhverju endalögu tjóni, sko, út af kannski ekki nógu góðum vegum. Og við þurfum bara að skrifa það bak við eyrað og það þarf að vera bókað hér kannski sérstaklega. En við vitum af þessu og það þarf að vinna í þessu. Það er klart mál. En það er ekki gott að kannski að fara að stöðva einhverju svona skipulagsáform hjá fólki út af þessu. Við sjáum ekki ástæðu til þess kannski. En takk fyrir. Takk fyrir það. Ingvi gjör svo vel. Já, í framhaldi af þessu þá vorum við nú líka að ræða eins og í kringum snjóruðning og annað. Kannski þyrftum við að fara aðeins að hugsa líka í kringum þær leiðir sem við eigum að þjónusta með skógrækt og skjólbelti, að þau séu í hæfilegum fjarlægð frá vegum, því að það er alveg ótrúlega mikill snjór sem kemur út frá ef að skjólbelti og skógrækt eru á nálægt vegum. Og við höfum bara mjög gott dæmi um það á leiðinni niður eftir með skógræktin á Hrafntóttum. Þó hún er utan veghelgunarsvæðis, það vantar ekki, en þetta er alltaf svo kafli sem að verður erfiðastur fljótt. Og eins bara líka það sem eru komnir góðir víðirunnar utan við veginn og eru inn á veghelgunarsvæðum, að það dregur alltaf í skaflaðar. Þannig að við þurfum kannski líka leið og við erum að móta reglur með vegi og þjónustu, að þá þurfum við líka að skoða þetta, því að það er kannski óþarfi að vera að eyða miklum tíma í að ryðja ef það þarf ekki, bara ef einhver tré eða runnar eru færðir til einhverja tugi metra. Þannig að við þurfum, þetta er bara eitthvað sem þarf að skoða allt í heild þegar farið er í að móta þessa reglur. Takk. Takk fyrir það, Ingvi. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Margrét Edda. Já, takk. Ég held að kannski við í nefndinni komum ágætlega inn á þetta, en ég vildi bara vekja athygli á þessu. Ég var ekki að tala að stöðva einhver skipulagsferli. Þetta var bara meira af því að við ræddum þetta og ég undraði mig á því að formaður nefndarinnar skildi ekki nefna þetta eða vera að koma með einhverja lausn. En það er bara gott að taka þetta til umræðu. Takk. Takk fyrir það. Það var ekki fleiri kvart sér ljós undir þessum lið. Ég ber þetta aftur upp, það er lagt til að sveitarstjórn staðfesta þessa bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 4.9. Þjóðarsæi, lóðir 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20 og 24. Ósk breytingu landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.10. Landmannahellir, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd áréttar að eingöngu eru gerðar athugasemdir við að lóðir séu felldar út af núverandi skipulagi. Nefndin gerir engar athugasemdir við aðrar fyrirhugaðar breytingar í tillögunni. Nefndin leggur til að sveitarstjórn taki við gerð deiliskipulagsins að ósk Umhverfisstofnunar og leggur til að bætt verði í texta greinargerðar að úthlutun lausra lóða skuli vera í samræmi við nýtingarrétt aðila í þjóðlendu og verði háð ákvörðunum sveitarstjórnar að teknu tilliti til þess
að innviðir svæðisins þoli þá aukningu sem fylgir frekari uppbyggingu hverju sinni. Nefndin tekur að öðru leyti undir álit Umhverfisstofnunar. Skipulagsnefnd leggur því til að tillagan verði samþykkt með áðurgreindum atriðum og send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.11. Búrfellsvirkjun endurskoða deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framlögð gögn og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.12. Uxarhryggur 2. Land nr. 211-028 deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.13. Heklusel, breyting á gildandi deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu þegar búið er að taka tillit til ábendingar Vegagerðarinnar og veghelgunarsvæði sett á uppdráttinn. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.14. Litli-Klói 2, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.15. Rimakotslína 2, breyting á aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.16. Aksturs íþróttasvæði deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og nefndin telur að umfang og skipulag svæðisins muni ekki hafa neikvæð umhverfisáhrif í för með sér og sé því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5 er ósk um styrk til æskulýðsstarf í skotgreinum. Skotfélagið Skytturnar óskar eftir styrk til að koma á fót æskulýðsstarfi í skotgreinum og það er lagt til að vísa erindum til heilsu, íþrótta og tómstundanefndar til umsagnar og eftir atvikum tillögugerðar. Orðið er laust. Yngvi? Sko, ég bara fagna mjög þessu erindi og þessum hugmyndum að koma þess að stað og því að þetta náttúrulega eykur fjölbreytni fyrir ungt fólk og annað að sko þar sem ég hef nú verið að stunda skotveiða frá því ég var unglingur að sko að vera í svona félagi og taka þátt í þessu æfingum og öðru þá læra fólk að beita eða að umgangast vopnin undir handleiðslu leiðbeinanda og þetta er bara hið besta mál og fjölbreytni náttúrulega í æskulýðsstarfi er bara af hinum góða í alla staði. Takk. Takk fyrir það, Yngvi. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, tek undir það. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð um það, en ég velti fyrir mig hvort við eigum að óska eftir að nefndin skili af sér fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Hvort við ætlum að bæta því við bókun. Það er bara í góðu lagi. Það er áætlaður fundur í næstu viku, seinni part. Þannig að það er hægt að bæta því við. Það verður komið. Ekki að fleiri hvatt til hljóðs. Þessi geta samþykkt tillagan að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 6 er samþykktir og þjónustusamningar Rangárþings Ytra og Ásarhrepps. Það er tillaga vinnuhóps endurskoðun samstarfssamningum Rangárþings Ytra og Ásarhrepps. Það er lagt til að sveitarstjórn Rangárþings Ytra samþykki endurskoðaða útgáfu af samstarfssamningum Rangárþings Ytra og Ásarhrepps fyrir sitt leyti. Með hinni endurskoðuðu útgáfu hefur jafnframt verið brugðist við þeim ábendingum sem fram komu í bréfi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti dagsett 24. ágúst 2020 og er lagt til að samþykktir og þjónustusamningar
verði sendir til staðfestingar hjá viðeigandi ráðuneyti og í framhaldinu til birtingar í Stjórnartíðindum. Jafnframt er lagt til að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti eftirfarandi tillögu vinnuhópsins að sameiginlegri bókun sveitarstjórnar Rangárþings Syðra og Ásahrepps varðandi fjallskil á Holtamannaafrétti. Samkvæmt 42. grein laga nr. 6/1986 afréttamál, fjallskil og fleira skal fjallskilum í afréttum og öðrum sumarbeitarhöfum jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings en heimilt er þó að leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð eins og þar er ákveðið, enda sé það ákvæði í fjallskilasamþykkt. Í fjallskilasamþykkt Rangárvallasýslu nr. 633/2007 segir í 15. grein: Tilvitnun hefst: Sveitarstjórn er heimilt að leggja til fjallskilasjóðs fjárhæð sem nemur kostnaði við hreinsun afréttarins miðað við að ekki væri rekið til afréttar. Tilvitnun lýkur. Í framhaldinu eru ákvæði niðurjöfnun þess sem eftir stendur af fjallskilakostnaði. Tekjur og gjöld vegna Holtamannaafréttar, þar með talið hlutdeild í fjallskilakostnaði, skiptist á milli sveitarfélaganna í hlutföllunum 4/7 Ásahreppur og 3/7 Rangárþing Ytra. Rangárþing Ytra lét árið 2021 meta hvaða fjárhæðir lyddu af tilvitnuðu ákvæði í 15. grein fjallskilasamþykktarinnar heimild sveitarfélagsins til að taka þátt í kostnaði við fjallskil á Landmannaafrétti og Rangárvallaafrétti og tók í framhald af því ákvörðun slíkar greiðslur og fyrirkomulag á niðurjöfnun fjallskila á landverð og eigendur sauðfjár. Sveitarstjórnirnar eru sammála að sambærileg vinna verði unnin varðandi mat á kostnaði við hreinsun Holtamannaafréttar og hlutdeild Rangárþings Ytra við niðurjöfnun kostnaðar við fjallskil á Holtamannaafrétti verði reiknuð í samræmi við niðurlagsákvæði E-liðar 1. greinar þjónustusamningsins frá og með fjárleitum haustið 2022. Orðið laust. Ingvi Gjörsvall. Já, ég svona velti fyrir mér af því að nú hefur verið þannig að menn eins og niður í Þykkvabæ, því að afrétturinn náttúrulega kemur þaðan á sínum tíma þegar þetta sameinast. Þá held ég að það hafi nú verið ekki verið mikið það að menn ráku á fjall yfir höfuð og nýttu afréttin mjög lítið að því leyti til. En að sjálfsögðu náttúrulega þurfum við samt að taka þátt í því að hreinsa afréttin og afrétturinn hefur nú skilað ansi drjúgum tekjum inn í sveitarfélögin í formi virkjananna og það er svona kannski, maður spyr sig sko, ef að til dæmis væri farið í það að fara að telja haus á sauðfé og þú ert með þetta margar rollur og þú átt að borga þetta mikið, hvað sem þú nýtir afréttin eða ekki, út á réttin sko. Mér finnst þetta eiginlega, það er, sko mér finnst að þeir sem nýta afréttin eigi náttúrulega að standa mestan straum af kostnaði í samanburði við höfðatölu af því fé sem þeir reka á afrétt. Þannig að sko ég held að sé ekki hægt að deila þessu bara, mér finnst það óréttlátt að deila þessu bara, þú ert bara með þetta margar kindur og þú átt bara að borga þetta mikið hvort sem þú notar afréttin eða ekki, af því bara þú átt rétt á því. Og þannig að ég hefði sko viljað að þetta væri skoðað með það fyrir augum að þeir sem reka, að þeir standi mestan straum á kostnaði, en svo náttúrulega miðað við að allar jarðir eru með nýtingarétt, að þá borgi jarðirnar eitthvað ákveðið en það sé aðal kostnaður að líka hjá þeim sem nota afrétt. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs þessum lið? Svo er ekki. Þessi geta samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 7, breytinga póstþjónustu. Svar sveitarstjórnar við spurningum í bréfi Byggðastofnunar. Hér er lögð fram umsögn sveitarstjórnar til Byggðastofnunar og svöru spurningum sem koma fram í bréfi frá stofnuninni dagsettu 22. febrúar 2022 varðandi fyrirhugaðarlokun pósthúss á Hellu. Og það er tillaga
að umsögnin verði send á Byggðastofnun með afrita þingmenn Suðurlands og stjórn Íslandspósts. Orðalaust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 8 er flóttamenn frá Úkraínu. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir fólksflóttann frá Úkraínu síðustu daga þann mesta sem sést hefur í Evrópu síðan í heimsstyrjöldinni síðari. Aldrei hafa jafn margir flúið eitt og sama landið á jafn skömmum tíma og nú. Íslendingar undirbúa sig nú undir að taka á móti fólki frá Úkraínu og kalla þær eftir allri þeirri aðstoð sem mögulega er. Fyrir liggur tölvuskeyti frá félagsmálaráðuneyti til sveitarfélaga varðandi móttöku flóttafólks. Í erindinu kemur fram að gert er ráð fyrir að fjöldi einstaklinga muni koma hingað í leit að skjóli vegna stríðsátaka. Fram kemur að félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur skipað sérstakan aðgerðahóp vegna þessa neyðarástands og verið er að þróa samræmda móttöku flóttafólks. Að verkefninu koma auk sveitarfélaga, Vinnumálastofnun og Fjölmenningarsetur, auk þess sem ráðuneytið er með samning við Rauða krossinn félagslegan stuðning. Fram kemur að nú þegar hefur fjöldi aðila boðið fram húsnæði allt land í verkefnið og því hefur verið settur upp sérstakur hlekkur á heimasíðu Fjölmenningarseturs þar sem hægt er að skrá húsnæði til leigu og verður þeim upplýsingum miðlað til sveitarfélaganna. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið leitar nú eftir þátttöku sveitarfélaga í þessu brýna verkefni. Þátttakan getur verið sniðin að stærð og getu hvers sveitarfélags. Tillagabókun Sveitarstjórnar Rangárþings ytra lýsir yfir fullum vilja til þess að koma að móttöku flóttamanna eftir bestu getu. Þegar verði svarað kalli ráðuneytisins með þátttöku og upplýsingum komið að framfæri við íbúa varðandi skráningu og hugsanleg húsnæði sem nýta mætti. Sveitarstjóri verði falið að vinna málið áfram. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, þetta er gríðarlega þarft verkefni og ofboðslega stórt og hvetur maður náttúrulega bara fólk til að skoða sitt húsnæði og skoða hvað er í gangi. Mér langar bara að vita, þarna kemur fram að nú þegar hafi, ég er að sjá þessu bókun í fyrsta skipti, nú þegar hafi upplýsingum verið komið á framfæri. Hvar var þeim komið á framfæri? Ég hef ekki séð neina auglýsingu það. Þannig að niðurlag, þetta þarf náttúrulega bara auglýsast sem víðast og eflaust, ég veit nú þegar slatta húsnæði sem gæti staðið í boði og já, þannig að og bara hvet sveitarstjóra til að halda okkur bara upplýstum og við þurfum líka svolítið að hugsa út fyrir bóksið með hvaða hætti getum við orðið sem best að liði því þetta þarf að hugsa alla leið. Takk. Þú veitir það, Ágúst, gjör svo vel. Já, takk. Og þetta bara var að berast, þannig að það er ekki skrítið að menn hafa ekki séð þetta áður. Þetta var að koma bara rétt á tölvuskeytti. Þannig að þetta er, það fylgir hérna með, þannig að fólk getur séð tölvuskeytti sem kom frá félagsmálaráðuneytinu. Það kom núna bara eftir hádegi, bara í dag sko. Þannig að þetta er bara allt að gerast í þessum töluðu orðum í sjálfu sér. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við komum út hvatningu til allra að hugsa hvort það sé eitthvað lausnir hjá okkur. Getum við gert eitthvað? Og því við vitum ekki á þessari stundu hvað þetta eru mögulega margir flóttamenn, það geta skipt þúsundum og það er þannig að við þurfum öll bara að velta fyrir okkur hvort að við getum eitthvað gert og ég held að sé mikilvægt að við hjá sveitarfélaginu reynum að halda utanum og miðla upplýsingum frá okkur eins og hægt er, en það er búið að setja upp sem sé sérstaklega vefsíðu, sameiginlega vefsíðu fyrir landið í rauninni, þar sem fólk getur tilkynnt húsnæði, alveg burtséð frá því hvar það býr, þannig að það þarf í sjálfsög ekki að fara í gegn hjá okkur neitt, heldur bara að gera það sjálfur bara á heimasíðunni, en ég tel að það sé mikilvægt að við notum þessa miðla sem við höfum allavega hér hjá okkur til að koma þessum upplýsingum framfæri sem allra fyrst, bara strax. Takk, Yngvi. Já, í ljósi þessara skelfilegu aðstæðnu sem hafa skapast vegna valdagræðgi og græðgi að sko þá þurfum við að gera öll að leggjast á eitt að reyna að gera það sem við getum til þess að létta undir með þessu fólki með Úkraínu og þetta eru bara
hlutir sem að maður hefði ekki trúað að myndu gerast árið 2022 og aftur væri komin upp sama hernaðardæmi og hernaðaraðferðir eins og hefur verið beitt reyndar í gegnum aldirnar með misþyrmingum á konum og börnum og nauðgunum og öðru slíku, en það er bara þær upplýsingar sem koma þarna á austan og þetta er bara hræðilegt að þetta skuli eiga sér stað núna í dag og við bara þurfum öll að gera það sem við getum. Takk fyrir það. Það er ekki fleiri hvort sér hljóðs þeir sem geta samþykkt tillögum gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Förum í lið 9, það er erindir og fyrirspurnir frá álista. Það er fyrirspurn lögfræðikostnað og svör við fyrirspurnir frá fundi 44. Hér er lögð fram svör við fyrirspurnir frá álista. Viljið fylgja sér eitthvað eftir? Ekki þessu. Það liður 8.2 frá fundi 44. Spurt er, hefur sveitarfélag innheimt tekjur að efnistöku í aldamótaskóli? Ef svo er, hversu miklar tekjur hefur sveitarfélag haft að efnistökunni á ári undanfærin 4 ár? Og það er lagt fram yfirlit og það fylgir fundagögnum. Liður 8.3 frá fundi 44. Það er A-liður. Spurt er út frá gatnagerðargjöldum, eru þetta full gatnagerðargjöld eða er afsláttur veittur af gjöldum af einhverjum lóðum? Ef svo er, hvaða afsláttur var veittur og hver veitti hann? Það er svar, er að ræða full gatnagerðargjöld, einu tilfellin þar sem afslátt er að ræða. Það er það vegna atvinnulóða þar sem byggingamagn fer yfir 1000 fermetra, en þar voru í gildi sérstakar afsláttarreglur sem sveitarstjórn samþykkti árið 2013. Sjá 6. grein samþykkta, nr. 754/2013. Og C-liður óskum eftir yfirliti yfir kostnað við gatnagerð. Nýframkvæmdir ekki viðhald fyrir árin 2013 til 2021 og þá sundurlegan kostnað við einstakar götur á þessu tímabili og það er lagt fram yfirliti yfir það. Gjörðu svo vel, Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Þetta lá náttúrulega fyrir núna, kom eins og fundagagn á þriðjudag. Bara fínt mál. Hafið aðeins tíma til að rýna þetta. Mér finnst áhugavert að það sé talað um það að það hafi ekki verið veittur afsláttur nema í þessum tilfellum með atvinnulóð, því að samkvæmt mínum bókum þá samþykkti byggðarráð eða hreppsráð 2010-14 þá samþykktu við að veita 20% afslátt af ákveðnum lóðum og ég vona svo sannarlega, ég veit ekki hvort að það hafi verið gert en ég bjóst við að sjá það í svari. Það væri veittur 20% afsláttur á gatnagerðargjöldum á lóðum sem sagt á götur á árinu 2014. Þetta voru lóðir við Eyjasand, Langöldu, Skyggnisöldu, Snjóöldu og Sporðöldu. Þannig að kemur á mér á óvart þetta. Það er sama, við vorum aðeins að bera þetta saman hérna og það er hérna, til dæmis voru 2 lóðir við Langöldu, þeim var úthlutað árið 2017. 2 lóðir við Langöldu og þetta eru báðar einbýlishúsalóðir og samkvæmt þessu yfirliti þá er Langölda að borga rúmar 14.000 krónur fyrir fermetrinn í gatnagerðargjöld en hitt húsið sem var úthlutað á sama tíma það er að borga tæpa 10.000. Þannig að það þýðir að það hús fékk 30% afslátt af gatnagerðargjöldum og okkur finnst svolítið skrítið okkur þessar tölur stemma ekki. Okkur finnst það eru bara skýringar á þessu og af hverju koma þessar afsláttatölur ekki fram í þessum gögnum. Ég velti líka fyrir mér, það er hérna til dæmis raðhúsalóðir við Sandöldu 5 og 7. Þeim var úthlutað 2019. Það eru 32 mánuðir síðan og við erum nú með úthlutunarreglur lóða og þá kemur fram við úthlutun íbúðalóða skal frestur til lóðar hafa til að hefja framkvæmdir á lóðinu verið 8 mánuðir frá því að hverfi eða hverfisluti tilbúin og sem sagt fresturinn getur aldrei framlengst lengur heldur en í 4 mánuði. Ég skil ekki alveg af hverju það er ekkert farið að byggja á þessu lóð. Þetta var úthlutað, henni var úthlutað þessari lóð eða þessum lóðum, Sandöldu 5 og 7, þetta eru raðhúsalóðir. Þeim var úthlutað 2019 og þetta er svolítið sérstakt að það sé ekki gengið eftir því. Þessum reglum sé ekki framfylgt af því að við höfum nú verið svona
það hefur verið að slást lóðir hérna hjá okkur og að fólk geti legið á lóðum endalaust án þess að gera nokkuð og skila þeim svo jafnvel inn. Náttúrulega erum við núna búin að taka fyrir það að þeim sé skilað inn og gatnagerðargjöld fáist endurgreitt, en fram að október þá var það ekkert mál og þetta er náttúrulega til vansa fyrir sveitarfélagið. Þetta skadar sveitarfélagið að það sé hægt að liggja svona lengi á lóðum. Og bara velti þessu fyrir mér og einmitt þetta, af hverju, síðan líka í þessum varandi samtöldu 5 og 7, þá segir yfirlitið að það sé búið að greiða rúmar 2,2 milljónir í gatnagerðargjöld fyrir þessi 2 lóðir, eða sem sagt fór á lóðum sig. En nú gildandi gjaldskrá, hún hljóðar upp á að önnur lóðin eigi að borga 7,8 milljónir og hinn 9,5. Verður endalegt uppgjör, verður það samkvæmt nýju gjaldskráni eða eldri gjaldskráni? Þetta er svona allt bara vangaveltur sem við erum að hugsa og eins líka þetta. Af hverju komi ekki fram þessi afsláttarkjör? Því að þegar maður ber saman byggingamagn og gatnagerðargjöld, þá koma alls konar fermetraverð í ljós og það er mjög skrítið og það vekur svona svolítið furðu. Maður velti jafnvel fyrir sig á sveitarfélagið á það eitthvað inni í gatnagerðargjöldum eða því að samkvæmt náttúrulega úthlutunarreglum þá má bara sveitarstjórn veita afslætti á gatnagerðargjöldum. Er einhver annar sem er búinn að vera að veita afslætti? Samkvæmt þessu svari er það ekki, en það eru samt afslættir þarna í gangi, bara í svona fljóta yfirferð. Ég meina eflaust skoða þetta aðeins betur, rýna þessu gögn aðeins betur. Því að við viljum náttúrulega sjálfsögðu ekki skaða sveitarfélagið og við viljum heldur ekki mismuna íbúum. Þannig að það er ekki minn vilji. En allavega, af hverju koma þessir afslættir ekki fram? Sem voru bæði samþykktir samhljóða í sveitarstjórn og svo líka bara duldir afslættir sem maður getur bara reiknað út sjálfur ef maður sér þessi gögn. Takk. Takk fyrir það. Ágúst Björnsson. Já, ég held að það sé bara mjög gott að fá þessar athugasemdir og við bara skoðum þær eftir bestu getu. Reyna að botna í því ef þetta er eitthvað óljóst. Og en mér er ekki kunnugt um það að það hafi verið neinir afslættir, það er heldur bara atvinnuhúsnæði í rauninni. Það getur verið eitthvað mismunur mögulega í þessari töflu bara út frá fermetrum, ekki endilega fermetraverði. Það er hugsanlegt, mér dettur það í hug. Það getur út af vísitölu, mér dettur það líka í hug. Eða eitthvað bara skekkja í þessu. Þannig að við skulum bara skoða það að sjálfsögðu. En síðan almennt svona lóðir að menn hafi verið svona þolinmóðir úr hófi fram. Og þá var þetta náttúrulega bara þannig að það sótti enginn úr lóðir hér í mörg ár. Og þá var ekki til að taka lóðir af mönnum aftur og það væri heimilt. Menn voru að vona að menn færi að byggja og tíminn var svolítið notaður í það frekar að hringi menn og hvetja á til að byggja frekar að taka lóðir af þeim. En nú er öldin önnur. Nú er byggt sem aldrei fyrr og sem betur fyrir erum við búin að endurskoða okkar reglur og það gerðum við á hárréttum tíma í haust. Takk. Takk fyrir það. Nú er aðrar öll í Margrét gangi. Harpa, Gjörsvar. Já, ég allavega hvet oddvita til að skoða þetta, rýna þessi gögnaðin sem við erum búin að fá núna fram og sem á aðra fulltrúi í sveitarstjórn. Og ég velti því hreinlega fyrir mér þegar ég er að skoða þetta og svona það litla sem ég er búin að ná að rýna þessi nýjustu gögn. Þá velti ég hreinlega fyrir mér hvort að byggðarráð ætti að halda, hvort að byggðarráð eða sveitarstjórn ætti að halda bara sérstaka vinnufund til þess að fá útskýringar á þessu. Því það er eitthvað skrítið þarna sem að eða svona ekki skrítið, ég veit það ekki, en ég vil bara fá útskýringar á þessu. Því þetta er ekki alveg klift og skorið, sýnist mér. Þannig að ég vil hvorki skjóða sveitarfélagið né íbúa. Þannig að ég held að byggðarráð ætti að íhuga það alvarlega að taka þetta upp á fundi sínum. Eða þá bara hreinlega að halda sérstaklega vinnufund. Takk fyrir það. Haraldur. Já, takk á því fínar athugasemdir hjá Margréti Hörpu. Það væri nú sennilega þarlegast ef að fá þessar athugasemdir skriflega bara og það væri hægt að skoða þetta. Og eftir að tökum bregðast við sér útkominni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Yngvi. Já, ég held að það sé alveg nauðsynlegt að fá skýringar á þessu og vita því að við náttúrulega þurfum að vita hvað veldur. Það er bara okkar starf. Og við getum ekki mismunað íbúum eða heldur farið illa með það sem okkur er falið að varðveita.
En ég held að það sé langréttast að gera þetta á að byggðaráð eigi við komið að þessu máli og taki þetta fyrir þetta dæmi. Takk fyrir. Ég bara veltaði fyrir mig hvort við ættum að smetla bara með í bókun að þú sendir þessu upplýsingar og byggðar að vinni þetta. Byggðar rýni gögnin, rýni þetta, farið í máli og reyði máli. Já, við bætti þarna við. Undir lið 8.3. Setja það kannski bara á næsta fund byggðars ef það sérstaklega. Ekki 9.3. 9.3, já. Einmitt. 9, ok, það stendur 8.3. Já, það er liður 9.3 á þessum fundi. Já. Það er 9 á þessum fundi. Hitt á við síðasta sveitarstjórn. Akkurat. Við erum saman það að þessi gögn verði rýnd og þetta verði tekið fyrir á næsta byggðarráðsfundi. Allir samþykkið því? Já. Gott. Margrét Berta? Já, ég þakka það. Ég held að þetta sé full ástæða. Vonandi bara koma góða skýringar og ég veist ekki það. Það er einhverja skýringar þarna baki. Annað sem ég velti fyrir mér varðandi efnistöku í Aldamótaskógi. Það er ágætt að ég hef ekki gert mig grein fyrir hingað til að sveitarfélagið hvað það hefur haft af tekjum. Furða mig svolítið á því samt að sveitarfélagið sé að hafa tekjum. Mér finnst þetta gráu svæði þar sem þetta er ekki náma. Ég veit ekki hvort þetta sé námuleyfi. Þetta er ekki náma á skipulagi. Þannig að við þurfum að passa okkur svolítið, sveitarfélagið, að vera ekki, okkur erum við að rukka fyrir einhverja efnistöku þegar þetta er ekki náma. Aðalskipulagi er þetta ekki skilgrænt sem náma. Þurfum að passa okkur. Takk fyrir það. Og það er eftir hér ný fyrirspurn. Það er fyrirspurn lögfræðikostnað. Hver útlaga kostnaður sveitarfélagsins við mál nr. 210/4031. Fiskiræktin Efrihluta Eystri Rangár, lögfræðikostnaður og útlaga kostnaður sveitarfélagsins við samningagerð og fundahöld. Og þetta er undir þetta rita Margrét Harpa, Yngvi og Jóhanna. Og það er svar sveitarstjóra kostnaður vegna lögfræðilegar ráðgjafar. Tengt vinnslu málsins er 475.065 krónur. Margrét Harpa. Já, ég sendi líka fyrir fund athugasemd með að þetta væri ekki fullnægjandi svar. Ég tek líka þarna fram kostnað sveitarfélagsins vegna fundarhalda. Við héldum tvo vinnufundi, sveitarstjórn. Fullskipi sveitarstjórn með aðilum. Það er eflaust ekki farið að rukka fyrir það og ég veit ekki hvort að þeir hafi komið, ég fylgist ekki svo gjörlega með. En það væri bara fróðilegt að hafa það með líka ef það er hægt að slá á sirka hvað einn vinnufundur kostar með fullskipari sveitarstjórn og láta það fylgja til upplýsingar. Því að þetta kannski sýnir hvað við erum þó, hvað sveitarfélag er að leggja mikið fé í svona frumkvöðlastarfsemi. Því þetta er töluverð summa. Og vonandi bara þetta fari á stað og verði flott. Því að þarna sést að svart og hvítu hvað við erum þó að leggja í þetta. Takk. Ágúst. Já, ég vil lýsa því yfir að ég vil mikið frekar borga þessar krónur í verkefni sem skapar mjög líklega atvinnu fyrir okkur og er mikil framtíð í, heldur en allar þær milljónir sem við setjum í lögfræði kostnaða í leiðilegri málum sem að skila nákvæmlega engu. Ég sé ekki eftir þessum krónum. Takk. Takk fyrir það, Yngvi. Já, sko, það er kannski ekki alveg spurningin svona eins og Gústi var að tala heldur það. Það er rosalega gott að við eigum þetta til upphæðirnar og við getum þá vísað í því að við bara í það að koma málun af stað og þá í raun og veru styrkjum við það yfir 500.000 bara til þess að koma hlutunum í þannig að við getum öll sátt gengið frá borði. Því þetta er náttúrulega ekkert annað en stuðningur við verkefni. Fjárhagslegu stuðningur og ég sé ekkert heldur eftir þessum peningum í þetta ef þetta skilar. Vonandi skilar þetta og verður stórt en málið er samt að það er ágætt að eiga upplýsingar það allan þann kostnað sem við
notum í að vinna mál sem kemur, því að allt er þetta stuðningur við. Því ef við náttúrulega værum ekki til í að gera neitt, þá náttúrulega yrði verkefnið ekki til. En þetta er stuðningur við verkefnið samt. Kannski verður það ekki til og þá erum við búin að leggja þennan stuðning fram. Takk. Takk. Jóhanna? Það var bara akkurat þetta. Það var bara nákvæmlega akkurat þetta. Það snýst ekki það að það sé ekki að sjá eftir fjárhæðum vegna þess að aldrei þessi vinna sem búið að leggja í þetta verkefni, hún aldrei til spillis, hún aldrei sóun. Og það einmitt bara nákvæmlega þessi punktur að þetta er stuðningur við verkefni og það líka bara gott að halda þetta til haga hvað stóru verkefni geta í rauninni kostað sveitarfélagið í óhlutlægum kostnaði í rauninni. Svona kostnaði sem að við teljum okkur aldrei einhvern veginn vera kostnaður vegna þess að það er bara vinna sem við erum að reiða af hendi. Þannig að já, þetta er bara nákvæmlega það sem einhver var að segja. Takk fyrir það, Jóhanna. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, og ég gleymdi að svara hinu yfirskriftin á fyrirspurninni var lögfræðikostnaður og þarna tók ég hans saman. En síðan kostnaði við þessa 2 fundi sem voru haldnir núna eftir áramót, ég hef ekki tekið það saman, það er ekki verið rukka fyrir þá ennþá. Og þannig að ég bara veit ekki hver hann er, en sjálf auðvitað hægt að skjóta á það, en hins vegar vil ég samt minna á það að við notuðum einmitt tíma til að spjallum einmitt fleira heldur en bara nákvæmlega þetta mál á þeim fundum báðum. Því að alltaf er nú margt sem kemur upp í hugan og menn vilja ræða og leysa þegar sveitarstjórn hittist. Þannig að ég myndi nú segja að það þyrfti þá einhvern veginn að taka afstöðu til þess. En það er mjög auðvelt að fletta upp í reglum sveitarfélagsins hvað sveitarstjórnar fulltrúar geta rukkað fyrir einn svona vinnufund. Þannig að það er mjög einfalt. Takk, Yngvi. Ég er bara aðeins að ítreka það, sko, mér finnst gott að það sé reynt svona sirka að halda utanum bara þannig að við svona verkefni sko, kostnaðum bara til þess að við eigum þetta til og getum sýnt fram á. Þetta er, eins og ég var að segja áðan, stuðningur. Það er bara mjög gott að vita þetta þó við ætlum kannski ekkert að gera með það þannig annað en eiga þetta til. Bara til upplýsingar fyrir þá sem taka við af okkur líka. Þetta er allt. Við getum bara, þá getum við komið fram og sagt, já við í raun og veru þessi kostnað, hann fór bara í að styrkja verkefni. Akkurat. Fleiri? Orðarfram? Já, ef það verður auðvitað að fletta upp í þessum samþykktum, þá væri náttúrulega bara mjög gott að geta skotið á það og setja það þarna inn ef það væri möguleiki fyrir fundarlok. Og ég er ekki að tala þetta þarf ekki að vera nákvæm krónutala. Það er spurning hvort það sé hægt að vera með svona það bil kostnað miðað við það að allir rukki inn. Bara hvað kostar einn vinnufundur sveitarstjórnar að eðlilegri lengd, ekki einhvern ekstra langur heldur bara hvað svona, já, áætlaður kostnaður. Það væri ósköp gott að hafa þetta bara, þá þarf við ekki að fara að bóka að óska eftir ítarlegra svari fyrir næsta fund sveitarstjórnar eða byggðarráðsfundar. Þetta er ekki flókið held ég, ekki að mínu mati og þetta þarf ekki að vera upp á krónutölu. Þetta er svona meira áætlun til að hafa þetta samantekið. Takk fyrir það. Ég held kannski að þetta svaru þetta eins og búið að reyna að skýra hér að það er eins og lögfræðikostnaður og útlagður kostnaður. Það er ekki neitt annar útlagður kostnaður kominn, það er ekki sveitarstjórnar fulltrúar hafa ekki rukkað fyrir þessa fundi. Þannig að það er svo sem kemur ljóst á við uppi hvort það gerir það. En Ágúst, þú ert búinn að biðja orðið. Já, þú veit mér okkur að stinga upp og ég skal bara finna hvað þetta er. Þá er þetta að setja það inn í fundagerðina. Bara áður en að fundi verður lokið. Hver kostnaður gæti orðið? Já, hver kostnaður ef að allir rukka sem að nú vilt ekki. Takk. En bara svo að fólk sé upplýst það, þá kem ég ekki til með að rukka. Besta mál, Margrét Abba. Já, það er okkar þetta líka samt. Mér finnst í rauninni, og það er eitthvað sem mér ég velti gjarnan vöngum yfir. Ég held að þess að þeirra væri haldið einmitt vinnufundir og skrifaðir einhverjum minnispunktar eða vinnulag. Það á ekki að vera þannig að maður þurfa að vera eldast við það. Þetta á náttúrulega bara að vera í einhverju kerfi hjá sveitarfélaginu.
Það á ekki að vera sjálfsvald sett hjá hverjum og einum kjörnum fulltrúa hvort hann rukki inn vinnufund eða ekki. Þetta er vinna sem fólk leggur á hendi. Það er að eyða tíma sínum í þetta. Og það er ef það er skerð fundagerð eða vinnublað eftir vinnufund, minnisblað, að þá hlýtur þetta eiga bara að fara inn í kerfi og vera greitt eins og önnur vinna. Sérstaklega fyrir þá fulltrúa sem eru ekki í sem sagt, fastri vinnu hjá sveitarfélaginu á skrifstofu, þess aftar. Kannski er þetta bara, mér finnst þetta allan eigi aldrei að, mér hefur þótt þetta mjög sérstakt að fólk eigi að setja það í sínar hendur hvort þú rukkar fyrir þína vinnu eða ekki eða hvort þú gefir sveitarfélaginu þá vinnu. Þetta er vissulega að vera í sveitarstjórn er að vissuleiti hugsjónastarf og sjálfboðavinna, töluverð, það þýðir ekki feitum hesta og sitja í sveitarstjórn, en það á það ekki að vera þannig. Þannig að þetta er allan eitthvað sem að mér finnst alltaf mjög sérstakt að við eigum að vera að ákveða hvort við rukkum fyrir okkar vinnu eða ekki. Að öðru leiti en að sitja í sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir það. Heyrðu, þá held ég sem búin með lið nr. 9 og förum í lið nr. 10. Það er erindi frá Jósef Benediktssyni með sorpurðum. Það er minnisblað um erindið. Það er lagt fram minnisblað varðandi erindið. Erindi Jósefs má skipta í 2 liði. Annars vegar varðandi afmörkun markagirðingar milli Varmadals og svæðis sorpstöðvar Rangárvallasýslu og Strandar og hins vegar varðandi sorpurðun á sínum tíma í vestanverðu landi Varmadals. Hvað varðar fyrri liðinn, þá tekur sveitarstjórn Rangárþings ytra undir að lagfæra þurfi markagirðinguna milli Varmadals og Strandar, þar með talið lands sorpstöðvar Rangárvallasýslu, þar sem hún víkur aðeins frá þeirri beinu línu sem lýst er í landamerkjalýsingum. Þar sem jafnframt er komin tími á endurnýjun girðingarinnar er lag að færa þetta til betri vegar. Lagt er til að gengið verði í þetta mál hið fyrsta í samráði við landeigendur í Varmadal og sorpstöð Rangárvallasýslu. Hvað varðar seinni leið erindis Jósefs urðun sorps í vestanverðu landi Varmadals, þá leggur sveitarstjórn til að farið verði að ráðum sérfræðinga Umhverfisstofnunar líkt og fram kemur í minnisblaðinu og sett af stað mengunarvöktun frá svæðinu sem fyrsta skref. Þessi tillaga verði borin undir landeigendur í Varmadal á þeim forsendum að sveitarfélagið muni kosta þá vöktun. Orðið laust. Ekki hvað þessi hljóðs þessi geta samþykkt geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 11 faxaflatir og sleipnisflatir stofnun lóða, auglýsing og úthlutun lóða. Það er lagt til að auglýsa verslunar og þjónustalóðir við faxaflatir 5-10, 12, 14 og 16 og athafna og iðnaðarlóðir við sleipnisflatir 5-18 lausar til umsóknar. Jafnframt er sveitarstjóra falið að kynna þetta lóðaframboð sem víðast enda er hér gríðarlega áhugavert nýtt atvinnulóðahverfi að ræða. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, bara mjög jákvætt að það sé að fara í auglýsingu. Eigum við ekki að breyta þarna áhugavert nýtt athafna og iðnaðarlóðahverfi? Það er bara spurning orðalagsbreytingu þarna. Annað neðst. Já. Neðst, já. Að hafa þetta bara athafna og iðnaðarlóðahverfi. Yngvi? Já, og svo held ég náttúrulega í framhald af því að þá þurfum við að fara að hugsa lengra og huga að því að undirbúa nýtt atvinnulóðahverfi í framhaldinu þegar þetta vonandi þýtur þetta út og sem styðstum tíma og þá þarf bara að fara að leggja það þarf bara að fara að undirbúa sem setja sér startpóluna með að auka. Þegar við vitum það að það má ekki gerast að það sé ekki til lóðir. Takk fyrir það. Ég held kannski að þetta er atvinnulóðahverfi er eiginlega samhent yfir þá þessar verslunar og þjónustu og athafna og iðnaðarlóðir. Faxaflatir og sleipnisflatir. Það var allavega meiningin að atvinnulóðahverfi væri fyrir það. En er þetta ekki þá bara hverfi? Þetta eru þetta atvinnu. Ok, já, allt er í góðu. Þetta er bara vanga versla. Allt í góðu. Fleiri? Að Hjalti? Ég bara fagna þessu bara. Þetta kemur vonandi atvinnu, húsa, byggingu á stað. Kannski kemur inn líka þarna lækkun aðeins álögur inn í þá atvinnuhúsinu. Þannig að það hjálpar allt.
Fleiri hafa ekki hvert sér hljóðs, þá sem getur samþykkt tillagan gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 12 er erindi frá KFR, fyrirspurn frá Knattspyrnufélagi Rangæinga varðandi aðstöðumál. Tillagabókun Sveitarstjórn Rangárþings Ytra þakkar KFR erindið og tekur undir mikilvægi góðs og náins samstarfs varðandi framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið leggur mikla áherslu á metnaðarfull áform í slíkri uppbyggingu og vinnur meðal annars með þau markmið sem liggja fyrir í nýendurskoðaðri skýrslu framtíðarsýn í íþróttamálum og aðstöðumálum til íþróttaiðkunar. Öll íþróttafélög sem starfa innan sveitarfélagsins koma þeirri vinnu og KFR leikur þar lykilhlutverk. Ætlunin er meðal annars að koma upp frábæra aðstöðu til knattspyrnuiðkunar utan hús sem innan. Nákvæm tímasetning framkvæmda liggur ekki fyrir á þessari stundu en okkar hugmyndir ganga út frá því að megin uppbygging íþróttamannvirkja til framtíðar verði innan sveitarfélagsins. Sveitarstjórn vill gjarnan eiga fund með forsvarsfólki KFR sem fyrst til að vinna þessum framfaramálum brautargengi. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, eitt besta mál. Það kemur enn og aftur inn á það þessi svokallaða framtíðarsýn. Mikilvægi þess að reyna samþykkjana. Að hafa þetta sem virkilega framtíðarsýn en ekki bara eitthvað plagg. Ég tel að þetta mál, sko, það er spurningin, mér finnst þetta orðalag sem fyrst. Þetta er alltaf loðið hvort að við eigum að, sko, er vilji til þess, allan að frá minni hálfu er vilji til þess að funda með þeim einmitt fyrir helst næsta sveitarstjórnarfund eða allavega á þessu kjörtímabili. Ég myndi gjarnan vilja funda með þeim. Sér í lagi þar sem að ég er alltaf að bíða eftir að vinnuhópur þróun skólasvæðis og þá væntanlega færslu íþróttavallar að hann fari að funda. Hann hefur ekkert fundað síðan, ég bara man ekki einu hvenær, janúar. Það var svolítið langt síðan að við fundum. Þannig að ég held að við þyrftum bara þetta sem fyrst, það fullnægir ekki alveg svona það minni hugsun allan eða okkar hugsun hvort við eigum að setja tímaramma á þetta. Takk. Við litum svo á sko miðað við erindið að það væri þá KFR sem myndi búa til þess fundar. Þeir eru að senda þetta á hinn sveitarfélögin líka. Rangárþing Eystra og Sorp skilst mér. Þannig að við áldum að þeir myndu búa þá okkur til fundar sameiginlega. Yngvi? Já, af því að þetta kom nú þessi fræga setning sem fyrst, þá í framhald af því langaði mig aðeins til þess að bara forvitnast að við samþykktum á síðasta fundi, eða þarna þegar við vorum að afgreiða fiskræktina að fundaði, að yrði fundað á upprækstra aðilum, yrði kynnt þetta sem fyrst. Og bara að vita hvort það væri búið. Kannski höldum okkur við bara efni þessa fundar núna. En það er allavega eins og skilningur með þessu var að KFR myndi búa til fundar. Þess vegna var þetta sett svona. En við erum auðvitað líka tilbúin vel til þess að hitta þau bara hverju sem er. Þannig að ef það er eindregin vilji til þess að hafa þetta fyrir næsta sveitarstjórnarfund eða hvað sem er, þá bara getum við auðvitað sett það inn og þá vonandi fundaði með okkur. Margrét Harpa. Já, það er alveg hægt að, sko, ef við boðum þá ekki á fund, ég sé það náttúrulega þetta að þau muni í framhaldinu hafa óskattufundi, en hvort að við eigum að sýna þessa hvatningu og þennan vilja með því að vænta þess. Það er bara að óska eftir að KFR búið til fundar fyrir loka apríl eða eitthvað svona ef það er alvara hjá þeim. Og það líka hlýtur að vera okkar vilji og okkar svona hvatning. Við hljótum að þurfa að fara að heyra þeirra eiga fund með þeim áður en við förum að hanna þetta íþróttasvæði. Förum að fara í þá vinnu og hún hlýtur að þurfa að hefjast. Eða það er allavega minn skilningur. Samkvæmt tímalínu þá hún eiginlega verið hafin eða svona nema tímalínu sé eitthvað raskast. Við getum bætti við þá sveitarstjórn vill gjarnan eiga fund með forsvarsfólki KFR og hvetur KFR til þess boða til þess fundar fyrir apríllok. Já, það verður mjög gott. Breytum við á þann hátt. Þeir sem er samþykkið því gefa merki. Tillögunni. Það er samþykkt samhliða. Það liður fyrir ekki ágúst. Og þetta getur endurtekið þessa frábæru bókun sem hún sagði síðast. Sveitarstjórn vill gjarnan eiga fund með forsvarsfólki KFR og hvetur KFR til að boða til slíks fundar fyrir apríllok.
Liður 13 er til umsagnar frá Alþingi, málsafn 2022, atvinnuveganefnd Alþingis óskar umsagnar frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða. Það er veiðistjórn sandkola og hryggleysingja, það er mál nr. 349. Velferðarnefnd Alþingis óskar umsagnar varðandi tillögu til þingsályktunar búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, mál nr. 51. Og velferðarnefnd Alþingis óskar umsagnar varðandi frumvarp til laga almannatryggingar, það er skerðing á lífeyri vegna búsetu, mál nr. 71. Og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis óskar umsagnar varðandi frumvarp til laga tekjustofna sveitarfélaga, það er gjaldastofn fasteignaskatts, mál nr. 78. Þetta er lagt fram til kynningar. Liður 14 er Samband íslenskra sveitarfélaga, fundur 907, fundargerð frá 25. febrúar 2022 er lögð þér fram til kynningar. Liður 15 er herstjórnarfundur 216, fundargerð heilbrigðis eftirlit Suðurlands er lögð þér fram til kynningar. Liður 16 er Samtök orkusveitarfélaga, fundur 49, það er fundargerð frá 11. febrúar 2022 lögð fram til kynningar. Liður 17 Strandarvöllur EHF aðalfundarboð 2022. Strandarvöllur EHF boðað til aðalfundar þann 18.3.2022 kl. 18 í Golfskálanum Strönd. Það er lagt fram til kynningar. Margrét Harpa? Já, mér langar bara að vita, er áætlað að einhver mæti fyrir hönd sveitarfélags á þennan og að setja það niður? Já. Oddviti mun mæta í stað sveitarstjóra á þennan fund. Aðalfundur. Liður 18 erindi vegna fyrirkomulags þjónustu barnaverndar. Það er frestun gildistöku barnaverndarlaga. Lagt fram til kynningar. Og liður 19 bókun bæjarráðs sveitarfélagsins Voga vegna Suðurnesjalínu. Bókun bæjarráðs sveitarfélagsins Voga samþykkt þann 2.3.2022 sem er áskorun til allra sveitarfélaga í landinu er varðar Suðurnesjalínu 2. Bókun óskast tekin til umfjöllunar í sveitarstjórn og hún er lögð hér fram. Þess skal getið að Samband íslenskra sveitarfélaga er að útbúa umsögn þetta fyrir sambandið. Liður 20 viðbragðsaðgerðum vegna COVID-19. Ýmis gögn frá sóttvarnayfirvöldum er lögð fram til kynningar. Liður 21 samtaka hringrásarhagkerfið. Verkefni sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett á fót með aðstoð umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins til aðstoða sveitarfélög við innleiða þær meiriháttar breytingar í úrgangsstjórnun sem framundan eru. Til að bókun sveitarstjórnar Rangárþings Syðra fagnar þessu frumkvæði Sambands íslenskra sveitarfélaga og leggur til að sorpstöð Rangárvallasýslu BS taki að minnsta kosti þátt í verkefninu Borga þegar hendir kerfi heim í hérað. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt geimmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 22 er stafræn þróunarverkefni. Hér kemur til fundar við okkur Margrét Helgadóttir verkefnisstjóri Stafræns Suðurlands og kynnir fyrir okkur verkefni og hvar það er statt. Að því loknu er þessari dagskrá lokið á þessum fundi. Við lesum með fundagerð og staðfestum en gerum upptökubili. Takk fyrir.